áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og gestur Einar Jónsson situr hérna hjá mér. Já, já. Við glemdum að kynna blóm þáttarins, en það Er þetta ekki illgrisið? þetta sem við vilja kalla þetta illgresi, en þetta heitir skógarkerfill og mér finnst þetta ákaflega fallegt, hvað finnst þér? Já, en er það ekki þannig að hann er, sko, hann er svona yfirgangsam? Jú, hann er það, eins og lúpína, það eru svona nokkra tegundir sem að virðast alltaf bara taka yfir landi. Já. Og svo veit ég ekki meir, sko, hvort það sé gott eða slæmt. En lúpínu er hægt að halda henni svolítið niðri, sko, ef maður slæra hana, tvisvar, þrisvar, sko, þrjú röð, þá er þetta allt í lagi. Ertu að berjast við lúpínu? Nei, ekki berjast við, nei. En ástæðan fyrir því að þú situr hérna áfram er svo að í júlímánuði ætlar að vera með nokkra svona aukaþætti af hvítum málum. Já. Ekki satt? Jú. Gaman að fá þig aftur. Já, María talaði um það að hérna, prófa það. Já. Þannig að ég hef ekkert að gera. Þú sást enga ástæðu til að segja nei. Ég þarf ekki að segja nei. Ég hef tíma, ég get gert þetta. Og er það ekki bara gaman? Jú, ég fór bara að velta fyrir mér, sko, hvaða mannskap væri gaman að fá og það er alltaf þegar maður er að velta svona fyrir sér með viðmælendur í útvarp og sjónvarp, maður þarf að passa að hafa bara jafnaskiptingu milli kvenna og kalla. Já, sérstaklega til kvenréttindadagsins. Já, kannski það. En það er bara staðreynd að það er erfiðara að fá konur í viðtöl. Og það er þín upplifun, já. Það algjörlega. Það er áhugavert og þá langar maður svo að vita af hverju ætli það sé. Já, komdu með það. Ég veit ekki, ég er að ímynda mér, getur það verið því? Getur það verið vegna þess að konur séu kannski einhvern veginn hræddari við að gera mistök eða svona meira vanda sig eða vilji standa meira á bak við það sem það segja, ég veit það ekki, þetta er bara svona mín þeóría. Já, það getur vel verið. Að köllum sér meira sama að þeir geri mistök, séu bara nett svona kærulausar eða hvað? Þannig að þeim, sko, þeim sé ekki eins mikið sama það sem þeir segja. Pínur hræddari að þeir verða að geta staðið 100% við allt. Og ef það er ekki korrétt þá, ég veit það ekki. En þetta er einhvers konar hlédrægni sem orsakar það. Það segja, eins og hefur sko oft verið sagt við mig, ég hef hringt í einhverja konur og sagt þeim að mig langi til að fá þeir í viðtal og hvort það vilja koma og segja, talaðu frekar við manni minn. Mér langar ekki til að tala við manni þeirra. Þetta er eitthvað sko, ég held að þetta sé, er þetta í öllum kynslóðum finnst þér jafnt? Nei, það held ég nú ekki, sko. Eru konur sem eru kannski 50 ára konur á miðjum aldri og það er upp úr. Annars, sko, eldri stundum er auðveldar að fá, sko, eldri konur. Já, kannski er þetta bara eitthvað tímabil sem er eitthvað óörgar. Já, þetta er svona... Svo komstu yfir þá bara, skiptir ekki máli, fyrir bara spjalla. Það er mjög gaman, það er náttúrulega, þegar maður er að tala við fólk, það er mjög gaman að tala við fólk. En það er mjög gaman að tala líka við konur, mjög gaman. Það er svona, þetta er oft öðruvísi viðtöl. Já, við erum ekki alveg eins. Nei, sem betur við. En þetta verða hvað, 4 þættir? Já, til að byrja með það ætlum við að hafa 4 þætti. Þannig að ég er svona að velja mér mannskap og svo er eitt á svona litlum stað eins og Akureyri og maður þarf stundum að passa, sko, kallar konur og maður þarf að passa jafnvel, sko, Káa Þór. Brekka Glerártorg og Brekkan Eyri, þetta er alveg satt. Allt svona þarf að vega já, en það er alltaf gaman að þessu samt. Já, mér þykir það. Og það maður að velja, er hann svona, hvað segir fólk, já, hann er Þórsari, hvað verður sagt við því? Hvað segir Káa með þá? Já, hvað segir Káa með þá? En verður ekki bara með gamla góða setti þetta? Ég held það, jú, ég hef reyndar ekki, það verður bara hérna, við verðum hérna einhvers staðar inni. Og ég hlakka svo til að þetta er skemmtilegt. Við hérna hlökkum til líka, þetta verður í júlí, allavega 4 þættir og kannski framhald. Og bara hlökkum mikið til. Já, svo er annað í þessu líka, að þegar maður er að velja svona mannskap, þegar maður er búin að vera með svona þátt í þessi ár sem ég er búin að hafa. Ertu búin að tala við alla? Ég fór að fara yfir þetta og ég sagði, sko, er ég búin að tala við þennan? Og svo sagði, hver er þetta? Þá var ég búin að tala. Þá er maður búin að tala við svo marga. Veistu hvað marga? Nei, ég veit ekki. Ég held að sé svona, ég held að hafi verið svona 120-130 eitthvað. Það eru nokkur eftir alveg Akureyri. Já. En þetta er ekki bara bundið við Akureyri eða hvað? Nei, ekki svona. Landið og miðin? Nei, bara hérna allt í kring.
Heyrðu, frábært að fá að heyra þessu og við hlökkum til að sjá Hvíta máva aftur á N4. Takk fyrir að koma í þáttinn.